Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Akureyrar vaka er hafin hér á Akureyri og auðvitað mikið að vera, bæjar- og afmælishátíð okkar Akureyringa. Mikið að vera bara akkurat núna á meðan þessi þáttur er í loftinu, en við ætlum aðeins að kynna okkur það sem verður að vera á morgun, laugardag, og verið bara velkomin til okkar. Takk. Takk. Þetta er allt saman komið í gang, einu sinni enn. Einu sinni enn og alltaf jafn gaman. Þetta benni. Hvað ef við myndum útskýra til að byrja með, hvernig er Akureyrarvaka kannski hugsuð? Hvers konar hátíð er þetta? Þetta er ekki svona venjuleg bæjar- og útihátíð og svoleiðis. Nei, þetta er það ekki. Þetta er náttúrulega, þetta er afmælishátíð Akureyrarbæjar, þannig að þetta er afmælisveisla í rauninni. Og við þeim kannski, ég reyndi að hugsa þetta kannski svolítið út frá því að vera, svona kannski svolítið menningarlegu tilliti. Við viljum vera fræðandi og skapandi og skemmtileg. Það er svona það sem við svona kannski hugsaum svolítið út frá, sko. Og það að fólk getur tekið þáttaka skiptir máli. Nákvæmlega. Ef við förum aðeins alvar, morgundagurinn, eða sem sagt laugardagurinn, hvað verður eiginlega að vera? Er þetta, sko, ég er búin að renna aðeins yfir þetta er eiginlega stútfull dagskrá, þannig að þetta er eiginlega bara vond spurning, en ef að nefna nokkur dæmi. Það er ansi mikið. Já. Byrja snemma og enda bara sjálfsögðu með friðarvökunni. Hvað stendur svona upp úr þínum mati? Sko, við byrjum, ég er náttúrulega bísjálfur í Listagilinu, þannig að það er náttúrulega alltaf svona kærkomið, sko. Lifandi listagil. Já. Og þar byrjar að snemma. Þar byrjum við, það verður sem sagt fjölskyldulesur í Ketilhúsinu. Það sem að fjölskyldur geta komið og skoðað og fengið leiðsögn og síðan verður svona gerð eitthvað svona skemmtilega listaverk, svona í anda sýningarinnar. Síðan verður myndlistafélagið á appinum Listagilið. Það var bara komið ljós hvað það er, sko, ég ætla ekki að segja það núna. Það er mjög spennandi. Listhópurinn Rösk verður með gjörning frá 24. Það verður mjög skemmtilegt og að gera að taka þátt. Hlaða snjallsímana, það er alltaf mikilvæg þáttur núna. Já, ég held að það þurfa ekki að hafa ágjörð því. Nei. Það taka aukaraflögu með. Já, nákvæmlega. Síðan er sjálfsögðu sýning í Deiglunni sem að gestalistamaður Gilfélagsins verður með. Eða gestalistamenn, er það ekki? Jú. Það eru tvær. Og síðan er sjálfsögðu bílaklúbbur Akureyrar ætlar að sýna nokkra stífbónaðar glæsikerrur í Listagilinu. Og síðan verður lifandi tónlist, það verður plötusnúður og trúbador yfir daginn. Það verður bara líf og fjör. Matur og svona? Já, matur, já. Grillað og fyrirtæki ætlar að koma út á götu og vera sýnilegri og lega fólki að smakka og svona. Nákvæmlega. En víðfrægi grillvagn, Bautans. Já, landsþekkti. Já, við erum að tala um alls konar mat út á götu, tíbón, Bautin, Gauturif, Popp. Sá ég einhvers þar? Já, það verður á Ráðhústorgi, það verður seinnipartinn á frá klukkan 16 minni mig og fram á kvöld, þá ætla skátarnir að vera með svolítið skemmtilega svona dagskrá þar. Það er sem verður poppa og þú getur gert barmmerki og fara í alls konar leiki og svona, sko. Þannig það verður rosa gaman. Það verða, og þú veist, Sirkusfimleikar. Sirkusfimleikar, já, einmitt. Þeir verða á vappinu? Já, þeir verða á vappinu og svo og að ég nefndi að við erum svona með ákveðna svona menningarlega áherslu, við viljum það, þá er afar kærkomið að geta fengið leiðsögn í Landsbankanum listaverka, eða listaeignina þeirra, sko. Þannig Helgi Vilberg, skólastjóri í Myndlistaskólanum, hann ætlar að vera með leiðsögn þar. Þeir eru bara með kjarval og alls konar? Allra bara, þú veist, allt flottasta, allt besta, sko. Nákvæmlega. Þannig að það er þetta að fara þar í leiðsögn og svo sem að mér langar sérstaklega að nefna, þó að ég sé sjálf engin svona sérstök áhugamannski íþróttir þannig séð, þá er ég þó meðvituð það að Þór Káa, kvennaliðið, er í efsta sæti í deildinni. Kom með 9 fingur á bikarinn, Helgi mín. Algjörlega. Og ég er svo ánægð með það að stelpurnar ætla að koma niður á Ráðhústorg, verða, það er 1, minni mig, stundir skólastíma, en það er eitthvað klukkan 1 á morgun, já. Og ætla bara að gefa einhandaráritanir og sína bara svona snilli sína og svoleiðis og
ég hlakka bara mjög mikið til í svo ána með að þær skuli vera komnar í dagskrána því að þetta eru bara fyrirmyndir og fá alltaf litla athygli. Já, og hana nú í saman. Og hana nú, já. En þetta er okkar stolt og hetjur hérna fyrir norðan. Algjörlega, algjörlega. En svo náttúrulega því að Alma nefndi listakilið að hérna, því að Akureyrarvaka líka unnin, eða hugsuð þannig að það sé ekki stór radíus, þannig að það sé allt í göngufæri, að þá er náttúrulega hægt að rölda upp í Rósenborg og þar verður myndlistafélagi með fjölskyldudag, þannig að það verða nokkra stöðvar þar sem þú getur komið og búið til ákveðna skapa einhverja hluti, sko, og hérna, mjög áhugaverð ljósmyndasýningar upp á 4. hæð, Sigríður Ella, ekki rétt hjá mér, ljósmyndari. Við erum líka að tala gamanóperu. Gamanópera í Samkomuhúsinu og svo ég fari aftur á Ráðhústorg þá verður mjög áhugaverð sýning hérna í Ráðhústorgi 7. Hérna, fólkið í bæn, nei, hvað? Fólkið í bæn sem Fólkið í bæn sem bí í, já, ég hlakka mjög mikið til að sjá hana. Algjörlega, sem mjög áhugavert, já. Og svo náttúrulega þegar maður röltir inn í Samkomuhús til að sjá gamanóperuna, þá verða einmitt þar fyrir fram Samkomuhúsið hérna gamlar svona dráttavélar, fornvélar sem ekki lengur á númerum. Þetta er svona klassagræjur, sko. Og það munu fara nokkra hringi á flötinni og hérna, það er gaman að sjá svona. Og svo verður náttúrulega tónleikar í Minjasafnskirkjunni, þar sem að vera að flytja ljóð eftir hana í Fjörunni. Já, listakonu í Fjörunni. Það getur ég. Þannig að hérna... En hápunkturinn er náttúrulega svolítið kvöldið, laugardagskvöldið í Gilinu, þar sem eru stór tónleikar og náttúrulega friðarvakan. Já. Við hefumst handa þar klukkan 21. Við verðum með DJ hérna á sviðinu svolítið þar á undan, svona til þess að halda uppi stemningunni. Fáum við DJ Leibba til að dusta rikkið af plötunum. Hann hefði ekki spilað síðan 2012. Nú, já. Það þarf aðeins að blása. Það verður mjög gaman að sjá hann að störfum. Svo byrjum við bara klukkan 9, bara klukkan 21. Þá er það hljómsveitin Vaðlaheiðin. Sem er þetta frábær band samansett af Summa Kvandal og Val og Arnari og Valmari og Kristín Eydilstein, já, þetta er Vaðlaheiðin og þessi frábæri hópur ætlar að taka á móti Pálma Gunnarsinni, Andreu Gylfa, rapparanum K.A.A.K. Ég har alltaf hugsað þetta tvisvar. Já, ég er að segja þetta hraðar. Þú þarft eiginlega að segja bara það. Já, nákvæmlega. Jóhanna Guðrún og Valdimar. Já. Og þetta eru gestir á sviði og þetta er náttúrulega frábært lið. Já, Andrea Gylfa. Já, ekki gleyma henni. Nei, já, mér fannst ég segja það á það. Já, fyrir ekki, ég heyrði það ekki nóg hátt. Nei, en hérna, þetta bara, ég ætla ekki að gefa upp neitt lagalistan hér, en ég er búin að sjá hann og þetta verða ofsalega flotti tónleikar. Þannig að þetta er í rauninni þannig að bara allan laugardaginn, allan morgundaginn, þá er þetta bara svolítið að rölta bæinn, kíkja á dagskrána, velja út einhverja konfektmolla og fara svolítið á milli, taka sér pásu, kvöldmatur og mæta kvöldið. Já, kannski bara einmitt pásan felst í því að borða þá bara niður í bæ, alltaf fullt af stöðum og svo náttúrulega eftir tónleikana þá er það friðarvakan og þá... Og sigling á Húnar, ekki miðnættursigling? Jú, það er miðnættursigling, eða miðnættur það er 23 reyndar en ekki alveg... Næstum því, kortur í miðnætti. En það er kannski rétt að nefna að varðandi friðarvökuna þá er það Slysavarnadeildin á Akureyri sem er að safna fyrir kaupum á hjartastuðtækjum sem verða staðsett á bara ákveðnum stöðum á Akureyri sem eru svona fjölmennir og það er bara tæki sem að við þurfum á að halda. Það er svona. Þannig að þær verða að selja kertin niður í bæ og allur þá peningurinn sem að fer í sig kerti, hann fer í að kaupa. En annars er þetta svolítið fríkipis? Já, það er í rauninni bara, það kostar inn á tónleikana og Græna hattinum, annars fríkipis. Já, nákvæmlega. Og kertin? Já, og kertin. Og þá er maður alltaf bara að taka þátt í. Já, óperan. Já. Þetta hafa það. Þú passa að vita þetta. Það er gott, það verður ekki uppsteitt þarna. Nei, nákvæmlega. Þau sögðu það á N4. Já. Þetta væri ókeypis. Þessi er náttúrulega rosalega gaman að finna okkur á Facebook, finna viðburðinni þar og segja bara ég ætla að mæta eða hefur áhuga. Þá bara poppar það upp á símaðinn af því að þetta er svo stór dagskrá Nákvæmlega. á morgun. Nútíminn, krakka mínu, nútíminn. Það var bara ósagt komið með stundaskrá í... Þannig að þú þarft ekki að endilega þetta, sko.
þótt að þetta sé ótrúlega flott. Þetta er ótrúlega flott. Geggjað. Unnið fram á nótt við þetta. Unnið fram á nótt við þetta. Já. Bara yndislegt, gaman að fá okkur. Við náttúrulega nefnum ekkert allt sem að er í boði en þetta er ansi fjölbreytt og kannski samt komum með svona tilfinninguna fyrir hvaða stemming þetta er. Þetta er svona bæjarhátíð, við erum sjálf svolítið að halda upp á afmæli og bæta. Já, og ég meina bjóðum gesti bara innilega velkomna. Já, því aðkomumenn eru ásættanlegir á þessa. Já, alltaf. Við bara segjum bara, þú veist, það er bara þetta, sjáumst. Sjáumst á Akureyrarvöku. Takk fyrir spjallið og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.